sömuleiðis allra þeirra sem stóðu hérna upp á sviðinu áðan. Og ég fylgst með þessu, ég þekki alveg bara óeðlilega mikið af fólki sem hefur keppt í Morfís sína tíma og þetta allt bara fólk sem að sigra gullið. Það bara verður að segja. Eitt, já, Morfís komst líka í fjölmiðla fyrir hrossaskít í dag. Er einhver hér til að lýsa ábyrgð á þessu ódæðisverki á sig, eða? Já, ég vil líka eiginlega segja að óháð því hvaða skólar eiga aðalda máli og algjörlega óháð þessari ræðikeppni, þá er svona framganga bara stór skemmtileg, sko. Ég er bara almennt, sorry, ég er kannski barnalegt af mér, en bara svona menntaskólarígur og svona gerfistríð sem hafa verið í Morfís mjög lengi er oft bara mjög skemmtileg, sko. Og já, ég sá líka að einhvern skólameistari var að tala að þetta því bara maður verður að hætta í Morfís og eitthvað, sko, ekki gleyma því að sko, það er ekki fjölmiðlar eða skólameistarar eða kennarar sem eiga Morfís, heldur þið, nemendurnir. Þetta er útkeppni sem er hvað mest í eigu nemendur sjálfra og ég treysti því bara að þið haldið áfram að hafa nefn frábæra á mælni í kvöld. Nú! Var þetta nógu fallegt kveðjuorð frá mér? Takk fyrir. Ég puntaði eitthvað meira niður en ég ætla bara að sleppa því. Jú, ég er mjög ánægður með að Guðrún Sóley hafi kennt ykkur þetta er eitthvað sem að, sko, var vissulega við lýði í Morfís í mörg ár og síðan þá hefur verið talað það í hverju einustu óttatónumræðu og einnig talað það einmitt að maður skilur ekkert hvað stígin þýða og nú er þetta orðið svona metadæmi hjá mér ég er að tala hvað er venjulega talað að sé venjulega talað í Morfísræðu. Mér langar til að útskýra fyrir ykkur, sko, í kvöld voru vísu 5 dómarar eins og ég alltaf í úrslitum Morfís nú orðið en venjulega þeir 3. Þannig að við tölum svona að hefðbundin stigafjölda þegar það eru 3 dómarar, þá til dæmis sko 20 til 50 rúmlega stiga munur svona mjög tæft. Allt undir 20 stig eiginlega bara effektivli jafntefli nema annað liðið þarf að komast áfram. Yfir 100 stig þá er það orðið svona ok, nokkuð örugt og svo yfir svona 200 stig þá er það orðið svona ansi safe. Ok? Heildarstig 2000 og svona 300 til 700-800 bara svona mjög basic, sko. Þegar það fer yfir 2800, jafnvel yfir 3000, þá erum við að tala mjög mikið af stigum sem oft til vott sem það að keppnin hafi verið mjög góð. Nú, já, heildarstig til dæmis ræðumanna, ef þið fara yfir 600 þá er það bara rosalega gott og ef það kemst í námunda við 600 þá er það mjög gott. Og þá segjum við út af því að það voru 5 dómarar í þessari keppni. Þá voru heildarstigin 5308. Nákvæmlega. Sem staðlar, það er að segja að þetta hefði verið 3 dómarar, svona umreiknað, það væri 3185 stig, sem er líka mjög mikið. Nú, annað liðið, refsistig voru 11 gefin. Ég staðlaði þau, ég geti eitthvað það að vilja. Heildarstig annars liðsins með 5 dómurum, sko, voru 2707. Heildarstig hins liðsins voru 2601. Sem þýðir að munurinn var 106 stig eða staðlað 64 stig. Eða ansi tæft. Við erum alltaf að læra þetta, það er ekki. Já, það voru allir dómarar
dómarar sammála sigurlið nema einn dæmdi jafntefli, sem mjög sjaldgæft og til marks hversu jafnt þetta tefli var. Ræðar kvöldsins. Byrjum á því. Já, við erum að byrja á því. Var með 1013 stig. Eða 608 stig á stöðulega formi. Já, mjög erfitt að dæma þessa keppni. Því sé hann til haga. Fleira sem ég get sagt. Það var... Já, ok. Jú, Björn Jón Bragason, það var minnst á hann. Ég þótti það mjög skemmtilegt. Hversu margir einu viti hver það er? Ok. Google er vinur ykkar. 608 stig, já. Ég sá mikið umræðuna áðan leiðilega atvik og kynjahlutföll, þá ræðumaður Íslands árið 2014, annað árið í röð, kvenkyns, og heitir Katrín. Og ég held að þetta hafi verið fyrsti sigur Flensborgar í móti.